Velkomin Marta, gaman að fá okkur. Já, takk fyrir að bjóða mér. Og ég bara til hamingju með langan og glæsilegan feril í störfum fyrir borgina. Já, takk fyrir það. Hvað þrek þarf maður að hafa í þetta? Já, maður þarf að hafa feikilega mikið áhuga og maður þarf að hafa þolinmæði vegna þess að hlutinni ganga ekki alveg satt eins og maður heldur. Þegar áður en ég byrjaði í pólitíkinni þá hélt ég að maður geti bara komið með tillögu í borgarstjórn og hún yrði vonandi samþykkt og svo kemur hún fljótlega til framkvæmda. En það geta bara liðið nokkur kjörtímabil frá því að einhver hugmynd sem þú leggur fram komist til framkvæmda. Sem dæmi þá var einn tillaga sem ég flutti það að unglingavinnan fyrir 8. bekkingana yrði komið á laggirnar aftur vegna þess að hún var afnumin árið 2010 og það tók 2 kjörtímabil að koma þeirri tillögu til framkvæmda. Þannig að þú sér hvernig gangurinn í borgarkerfinu. Þannig að konan þarf að hafa mikla þolinmæði. Já. Og komst þú þannig í heiminn með mikla þolinmæði? Já, sumir segja ég hafi alltaf mikla þolinmæði. Okay. Og það getur bæði verið kostur og galli að vera þolinmóður. Man stæstu kostur og gallar eru sami hluturinn. Já, það gjarnan þannig. Já. Og hvað segir mér aðeins frá upprunaðinum? Ég fæddi Þingholtunum og alin upp í Vesturbænum. Og síðan geng ég náttúrulega í Hagaskóla og Melaskóla og fyrir síðan í Menntaskóla og í Háskólan. Ertu með frá stóru heimili? Við vorum 4 systkinin, einn bróðir minn látin og ég á tvíburasystur, það vita margir af því. Þið eru svolítið líkar, er það ekki? Jú, við erum mjög líkar og með þess að röddin svo sama. Ég held að við ruglast á okkur einhvern tímann. Alveg pottitt. Með þess að var það þannig þegar við vorum að alast upp og sérstaklega úlingsáranum símir hringt á heimilinu. Þá var spurt, Marta heima og það var stundum verið svona að grínast með það og segjast, systir mín sagðist vera ég og ég hún og svo framvegis. Okay. En það fór í verra þegar mamma svaraði, því hún var með svo unglega rödd og hún hafði nákvæmlega sömu rödd og við. Já, það voru 3 konur í sem voru. Já. Segðu mér annað hefur það svolítið áhrif á mann að vera tvíburi? Ég þekki ekkert annað. Nei. Og það er ofsalega gaman og ég held að það sé forréttindi að vera tvíburi. Því að það er svo náin samskipti, við tölum oft saman á dag, við hugsum oft eins. Bestu vinir. Bestu vinir, svona ein skemmtileg saga. Raggi systir mín hringdi einu sinni í mig, var stödd í útlöndum og hafði séð einhverja fallega skó og hugsaði, já, Mörtu myndi nú örugglega langa í svona skó og spyr hvort hún eigi að kaupa á mig skó. Og ég segi, nei, verð ekkert að því og svo kaupir hún sér þessa skó sem henni leist mjög vel á. Síðan fer ég til útlanda svona ári síðar og var stödd í Oslo og ég sé svo ægilega fallega skó í búðaglugganum og fer inn og kaupi þá. Síðan þegar ég kem ég í heimsókn til hennar og að fara út úr dyrunum og hún segir, heyrðu, ekki fara í skónum mínum. Þá hafði ég keypt nákvæmlega eins skó eins og hún hafði keypt sér. Þannig að við hugsum örugglega líka líkt. Já. Og svo hefum við báðar verið að kenna. Já. Hún er framhaldsskólakennari og áður en ég fór í pólitíkina þá stundaði ég kennslu. Það að kenna, er það einhvers konar ástríða sem bara var í eðlinu á ykkur? Já, eiginlega gerðist þetta nú óvart að ég fór út í kennslu. Já, nei, ég er ekki alveg viss. Að minnstakosti þá sá Björn Jónsson heitinn skólastjóri í Hagaskóla, örugglega einhver kennari element í mér. Því ég var í námi í Háskólanum og það vantaði kennara þar og hann hringdi í mig og spurði hvort ég væri til að koma og leysa af í nokkra mánuði. Með námi? Með námi. Já. Og ég svona dró aðeins seiminn í símanum og hann samfærði mig það að ég væri alveg rétta manneskjan í þetta og árinni vissi að var ég búin að segja já. En þegar ég lagði á þá sagði með mig, býttu, hvað er ég nú búin að gera? Og þá var bara ekkert aftur snúið. Þannig að ég svona ílentist í kennslunni í mjög langa tíma þangað til að ég fór í pólitíkina og ég held að kennslan og pólitíkin sé ekkert mjög ólík. Okay. Þetta er svona ákveðin hugsjón. Margir hafa notað í dag ástríða sem hafa verið í Já, ástríða, einmitt. Þú þekkir þá tilfinningu? Ég þekki þá tilfinningu mjög vel og ég hef ástríðu fyrir pólitík. Ertu sjálf með fjölskyldu? Já, ég á 2 börn og 2 barnabörn. Já. Þannig að þú orðin amma? Ég er orðin amma. Já. Ég er svo lánsum að eiga 2
velgerð og falleg barnabörn. Til hamingju með það. Takk. Þannig að þú þekkir, þú hefur mikla reynsla af mannlífin í borginni. Þú kynnist fjölskyldum borgarinnar í kennslu. Já. Það kynnist úlingastíðinu og er búin að kynnast því að eiga börn sjálf í gegnum skólaaldur frá upphafi og barnabörn og kannski eldri foreldra líka. Já, ég var lánsum að eiga mjög góða foreldra og bjórendar nálætti. Þannig að ég naut góðs að því að þau passuðu börnin mín þegar þau voru lítil og síðan aðstóði ég þau þegar þau fóru að eldast. Og ég held að það fyrirkomulag sé bara mjög bæði fallegt og gott fyrir alla. Og ég mæli með því. Svona líf kynslóðana saman. Já, að mæla að segja það. En það er svo skemmtilegt að segja frá því, Vigfús, að eiginlega mín starfsævi hefst við Tjörnina. Já, ok. Og það við 30 ára aldur þegar að ég fór í leikskóla, var í Tjarnarborg og við systur vorum þar. Og síðan þegar að aðrir fór í úlingavinnuna, þá fekk ég vinnu hjá leikfélagi Reykjavíkur í Iðnó. Okay. Og hvað var úlingurinn að gera þar? Úlingurinn var í svona alls konar snatti á skrifstofinu og sendast og síðar í miðasölunni og svona það sem mjög skemmtilegt. Og ekki langað að vera leikona? Nei, það blundaði aldrei í mér en eins og ég sagði með kennsluna og pólitíkina og svo bara, leikhúsið, er þetta ekki allt bara svolítið líkt? Jú. Þú ert að vinna með fólki fyrir fólk og fyrir fólk og þú vilt láta gott að þér leiða. Þú vilt koma inn í þekkingu til annara í gegnum kennsluna. Þú vilt vinna vel fyrir borgarbúa og þjónusta þá og gera borgina góð og þeirra líf gott og saman með leikhúsi, þú vilt gleðja þannig að þetta er svona alltaf sama meiði. Nú ert þú stjórnmálakona með mjög langa reynslu. Ertu búin að breytast sem stjórnmálakona eða sem persóna? Þetta lítur að vera mikill skóli öll þessi ár. Já, þetta er mikill skóli. Já, ég ætla ekki að neita því að ég hef breyst. Maður kemur inn með svona ákveðnar væntingar og síðan þegar maður fer að vinna með hlutina og fer að læra inn á hlutina og sjá hvernig þeir virka, að þá er þetta öðruvísi og það hefur áhrif á mann og maður lærir hvað er raunsætt og hvað er ekki raunsætt. Kannski var maður til að byrja með einhverjar óraunsæjar hugmyndir pólitíkina og kannski ekki alveg rétt að mynd heldur. Verður maður... Sem dæmi get ég nefnt það að árið 2002 þá var ég beðin að taka sæti á lista sjálfstæðismanna fyrir borgarstjórnarkosningarnar og það var Björn Bjarnason sem bað mig það sem og ég gerði. Og það var feikilega gaman í kosningabartunni, það gekk mjög vel hjá okkur og það var mikil gleði og mikill áhugi fyrir þeim kosningum og eftir kosninga þá svo, nú er þetta búið mikið óskaplega gaman að taka þátt í þessu því ég var í 14. sæti og átti ekki vona því að vera kölluð til neinna áhrif að starfa en Björn Bjarnason, hann fól mér það að taka sæti í umhverfisráði og síðan var ég varamaður í fræðsluráði. Og þannig að þar eru raunverulega mín upphafsspor á vettvangi borgarstjórnar. Síðan sinni ég þessum störfum og hafði mjög gaman að því og reyndi að koma góðum málum að bæði fræðslumálunum og eins í umhverfismálunum. Og svo er það einn daginn þegar að ég er að koma heim úr kennslu, þá hringi síminn. Og þá er það skrifstofa borgarstjórnar og spyr hvort að ég geti mætt á borgarstjórnarfund eftir 20 mínútur. Ég hafði ekki mikinn tíma til að undirbúa mig, ég hafði aldrei farið í borgarstjórnar að tekið sæti þar áður. Og ég sagði já og skuttlast niður Ráðhús og þegar ekki hlaupandi upp stigann, þá mæti ég Ingibjörgu Sólrúnu. Og hún gengur að mér og tekur í höndina á mér og býður mig velkomna á minn fyrsta borgarstjórnarfund og segir síðan við mig, heyrðu Marta, komdu hérna og ég var alveg undrandi. Sjáðu,
Sjáðu hérna inn í borgarstjórnarsalnum, þarna ræðupúltið, þar tökustu við á málefnin, en hérna frammi erum við vinir. Mér þetta svo minnistætt. Ég hef reynt að hafa þetta að leiðarljósi sjálf. En svona þetta, mann var bara skellt út í djúpulögina og stundum það bara best. Segðu mér eitt, verður maður minna viðkomið fyrir gagnrýni? Fyrir gagnrýni? Verður maður minna? Viðkomið fyrir gagnrýni? Já, ég eiginlega ákvað það strax þegar ég fór í stjórnmálin að ég ætlaði ekki að láta gagnrýni setja mig úr skorðum, heldur reyna að taka málefnalegri gagnrýni og hlusta ekki á ómálefnalega gagnrýni. Og það eina leiðin til þess að komast í gegnum þetta vegna þess að það verða allir stjórnmálamenn fyrir ómálefnalegri gagnrýni og það bara hluti af þessu og maður verður að vita það frá fyrsta degi. Annars ekki hægt að fara í gegnum pólitíkina. Hvað gerir þú svona til að næra lífsandan? Ég fer í göngutúra og mér finnst mjög gaman að ganga þessi fallegu grænu svæði hérna í borginni sem því miður verið að ganga á allt og mikið með því að þrengja og mikið að þeim og með einhverjum uppbyggingar áformum og svo framvegis. Ég geng mjög mikið í fjörunni í Skerjafirði, ég býð þar. Já, fallegt svæði. Fallegt svæði og það náttúruleg fjara og sem að stendur til að friða. En meiri hlutin í borginni vil fylla upp í þessa fjöru og byggja. Það verður missið fyrir þinn anda. Já, það missið fyrir minn anda en ekki bara minn heldur allra borgarbúa og það fjöldin allur af fólki sem gengur þarna daglega. Ég geng líka í Öskjuhlíðinni og í Elliðaárdalnum og svona þegar ég mjög góðan tíma þá hefur við farið Úlfarsfellið og Esjuna og svona yfir sumatíma þá förum við í meiri fjallgöngur á landsbyggðinni. Hlustaru á, lestu bækur, ég sagði nú hlusta, það er svo margir sem hlusta bækur þetta, en lestu bækur? Ég nefnilega hlusta ekki bækur, ég les þar og hér les mikið og núna ég að lesa Paradísarheimt, ég hef lesið hann oft áður, ég að lesa Paradísarheimt eftir Halldór Laxness. Hvað eini sem hafa til þín? Ég hugsa sé bara hvernig hann svona talar fólk á svo skýran hátt og svona, já, það eiginlega það sem að höfðar mest til mín. Þetta ykkur uppáhaldsbók? Já, sko, sögusvið á sér náttúrulega stað þar sem ég á ættir mínar að rekja. Já, það býr til tengingu. Og það býr til tengingu og bara hvernig hann lýsir náttúrunni, hvernig hann lýsir fólkinu og hvernig hann lýsir mannlegu eðli. Það heillar mig. Áttu fleiri uppáhaldsbækur? Það eru svo margar og það er svo erfitt að velja milli. En akkurat núna eftir að lesa Paradísarheimt? Já, akkurat núna. Er tilviljun og valdir hana núna? Það eiginlega tilviljun, já. Þar áður var það Brekkugott Sanna. Já, það er frábær bók. Það er frábær bók og hún er mjög skemmtileg. Hvað er í henni sem hafa til þín? Það er sögusvið. Líka. Og það eru persónurnar. Það segir skemmtilega frá fólki og hvernig fólk hugsar og svo framvegis. Það er mikil auðmýkt í þeirri bók. Já, það er það, sammála því. En svo hefur bara mjög gaman að því að fyrir leikhús. Já. Þú kannt að meta njóta svona lista á menningar til að hvíla þig. Já, það má segja það. En ég horf mjög lítið á sjónvarp. Hefur einhver tíma í það? Nei, ég hef nefnilega engan tíma í það. Það er málið. Segðu mér annað, ertu bjartsýn núna? Já, ég er bjartsýn. Ertu það að eðlisfæri? Að eðlisfæri er ég mjög bjartsýn. Og ég vil alltaf trúa á hið góða, þangað til annað kemur í ljós. Þannig að þú nýtir það líka sem styrk núna, þessa bjartsýni? Já, ég geri það. Og ég er líka mikil keppnismanneskja, þannig að það hjálpar líka. En þú þolir að tapa? Já, ég kann að tapa. Þú kannt að tapa? Ég stundaði tíma íþróttir á unglingsárunum og var í handbolta tíma og körfubolta og þar lærði maður að bæða sigra og tapa. Ekki góðu skóli? Það er mjög góðu skóli. Svo var ég í skátunum þar áður og þar lærði maður öll þessi góðu gildi sem að
maður tekur með sér út í lífið og skipta máli. Hvernig maður kemur fram við aðra og svo framvegis. Þetta er hluti sem að móta þína persónu. Já. Bæði meðbyr og mótbyr. Já. Eitt sem ég teki eftir að þið erum búin að spjalla við svo marga hérna, þetta borð, þetta er svo fjölbreyttur en leið hópur af hæfileikaríku og fallegu fólki. Þetta er sammála mér. Ég sammálaði því. Þetta er einstaklega góður hópur og eins og þú segir fjölbreyttur og mér er svo gaman að við erum núna að kynnast nýju fólki sem er að koma inn í hópin okkar og þau læra af okkur og við lærum af þeim. Já. Og þannig á það að vera. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn sé að bjóða fram gríðarlega frambærilegan lista með frambærilegu fólki. Er maður ekki bara þakklátur að fá að taka þátt í þessu? Jú, það er forréttindi að fá að taka þátt í þessu starfi og fá að vera partur af því. Það er góð lokar, gangi ykkur virkilega vel. Takk.